Já, velkomin öll. Ég heiti Þorkell, kem frá Fjársýslunni og síðastliðin 9 ár er ég búinn að vinna innleiðingu rafrænna reikninga fyrir Íslenska ríkið. Og það hefur gengið á ýmsu en þetta gengur samt. Og ég ætla að ræða hérna nýtt verkefni sem við byrjuðum árin í síðasta ári í samstarfi við fjármálaráðuneytið. En markmiðið með þessu öllu saman er að reyna að koma Íslenska ríkinu inn á 21. öldina. Að við þurfum ekki að vera að eltast í þennan pappír. Og við skulum byrja að tala um rafrænu reikningana. Ævintýrið byrjar í rauninni í Danmörku árið 2006 þegar að danska ríkið setti lög rafræna reikninga sem berast danska ríkinu. En það sem þeir rauninni gerðu var að skipta út öllum bréfalúgum fyrir prentara. Þannig í staðins fyrir að reikningurinn kæmi inn lúguna, þá kom að rafrænt til þeirra og að prenta þær út og allir ferlar voru óbreyttir innan hús hjá þeim. Árið 2007 móttak Fjársýslan fyrsta rafræna reikninginn og í kjölfarið erum við núna búin að móttaka 100.000 rafræna reikninga. En við komumst fljótt að því árið 2008 að við þurftum að vera með rauninni breiðari grundvöll fyrir markaðnum. Þannig að í samstarfi við staðlaráð og fagstaðlaráð í upplýsingatækni tókum við saman hóp sem að vann að tækniforskrift fyrir rafræna reikninga. Og það var árið 2009 sem að fyrsta tækniforskriftin kom út, einnig kölluð TS 135. Og við höfum unnið með hana heillengi í 4 ár. Þá við gáum út nýja útgáfu sem að bar það frumlega nafn TS 136. Það er sú tækniforskrift sem er í gangi í dag og er rauninni forsenda fyrir öllum rafrænum reikningum sem að ríkið er að minnsta kosti að móttaka. En svo gerist það líka 2013 að fjármálaráðuneytið gaf út nýja reglugerð sem tók á mörgum vafamálum varðandi skeytamiðlun og rafræna reikninga. Reglugerð númer 505, einnig þekkt undir nafninu reglugerðin með langa nafnið, sem að gerði rauninni rafræna reikninga mun auðveldari í framkvæmd. Og 1.1.2015 ákvað fjármálaráðuneytið að virkja öll ákvæði í rammasamningum móttöku á rafrænum reikningum og öðrum samningum sem ríkið hafi gert kaup á vöru og þjónustu. Og í kjölfarið varð rauninni sprenging í rafrænum reikningum. Og magnið eykst ár frá ári og núna í september 2017 gerum við ráð fyrir að við fáum staðal gefin út að Staðlaráði Evrópu fyrir rafrænan reikning sem í kjölfarið mun vera innleiddur hér á Íslandi. En hvað stendur Íslenska ríkið í þessu öllu saman? Í fyrsta lagi rekur ríkið kerfi sem heitir Orri. Og það getur verið mjög heitt efni fyrir marga. En Orrin er ekki bara fjárhagskerfi eða lítið navision-kerfi. Orrin er starfsmannakerfi ríkisins og í síðustu mánaðamót voru greidd út laun fyrir rúmlega 20.000 manns. Þetta er líka sérhæft vörustýringarkerfi fyrir Landspítalann sem meðal annars rekur þvottahús og rannsóknarstofur sem að þurfa að rukka allar deildir. En þetta er líka uppgjörskerfi. Þarna tökum við út mánaðar uppgjör, 3 mánaða uppgjör, 6 mánaða uppgjör og ríkisreikningir ár hvert. Þannig að Orrin er miklu meira heldur en bara fjárhagskerfi. En þegar við tölum fjárhaginn í Orra, þá erum við með 164 stofnanir sem tilheyra Orranum. Þetta eru allt A-hlutastofnanir og þær eru örfáar sem standa ennþá fyrir utan. En við erum með 16.000 notendur sem að koma að kerfinu og við erum vel yfir 1.000 samþykjendur sem að samþykkja reikninga nánast daglega. Og á síðasta ári var móttekin rúmlega 500.000 reikningar, bæði rafrænir og á pappír. Og rafrænu reikningarnir það bil helmingurinn. En til að koma aðeins inn á innkaupin og viðskiptagreininguna sem var nú tilgangur með þessu fyrirlestri, er að Ríkiskaup gerir rammasamninga fyrir íslenskar
fyrir ríkisstofnanir. Og í kjölfarið líka gerð útboð og örútboð innan útboðana. Við erum með innkaupastjóra sem eru skráðar á hverja einustu stofnun, þó í sumum tilvikum virðist oft vera bara nafninu til. En það sem ríkinu raunir skortir innkaupakerfi sem innleitt á fleiri stofnunum, já helst öllum ríkisstofnunum. Einungis lítið brot af ríkinu nýtir sér innkaupakerfi. Þar af leiðandi skortir okkur verðlista og upplýsingar viðmiðunarverð, því að við vitum aldrei hvort við séum að fá besta verðið þegar við erum að skoða vörurnar. Og þetta leiðir af sér og okkur vantar heildar yfirsýn yfir innkaup ríkisins. Það hefur verið stefna hjá ráðuneytunum og ríkisstofnunum undanfarin ára að gera ríkið og að hafa stofnanir eins sjálfstæðar eins kostur er. En til að fá þessa yfirsýn og fá þessa sjálfvirknivæðingu sem við viljum helst fá inn í kerfið krefst mun meiri miðstýringar sem að mun verða erfiðu bardagi að ná. En það hægt að gera betur. Fyrrum fjármálaráðherra Bjarni Ben hafði mikinn áhuga á innkaupamálum ríkisins. Hann kom á fót starfshópi 2014 sem skilaði af sér niðurstöðum að sameiginleg innkaup og að ríkið þyrfti að vera betri upplýstari kaupandi. Í kjölfarið á þessum hópi var stofnaður annar vinnuhópur sem átti að vinna því að koma sameiginlegum innkaupum á koppinn. Sá hópur samanstóð úr fólki frá fjármálaráðuneytinu, ríkiskaupum, Landspítalanum og Fjársýslunni. Og við þurftum að fara í gegnum öll innkaup ríkisins til að fá gera okkur grein fyrir hvernig viðskipti ríkisins væru. En þegar við höfum ekki innkaupakerfi og takmarkar innkaupupplýsingar, þá voru góð ráð dýr. Og þar komu viðskiptagreiningarnar úr rafrænu reikningunum sér vel að notum. Og úr þessari vinnu, frá þessum vinnuhópi, var talað að það væri tæplega 100 milljóna króna sparnaður. Við gerðum nokkur örútboð á tölvum og öðrum vörum sem skiluðu gríðarlegum árangri. En hvernig framkvæmdum við þessa viðskiptagreiningu? Að rafræni reikningurinn grunnurinn að þessu. Og rafræni reikningur víst ekki bara rafræni reikningur. Samkvæmt skilgreiningu Fjársýslunnar og fjármálaráðuneytisins það að við þurfum að fá tölvulesanlegt skjal samanber XML sem fylgir viðurkenndri tækniforskrift samanber TS 136. En í þeirri tækniforskrift erum við með 143 svæði sem getur sett gögn í. Og það eru 41 svæði sem skylda að fylla út. Ofan á það erum við með 9 svokölluð yfirsvæði sem hægt að endurtaka endalaust, sem getur leitt úr því að þetta getur orðið töluvert gagnamagn. Sem dæmi á einum XML-reikningi með eina reikningslínu eru að jafnaði með 250 línur af XML-kóða. Og til að bæta við einni reikningslínu erum við að bæta við næstu 50 línum af XML-kóða. Og þegar ríkið að taka næstu 250.000 reikninga á ári með 2 milljónir lína, þá þetta smá gagnamagn. En við erum með það bil 30 svæði sem skipta máli fyrir viðskiptagreininguna. Þannig að við minnkum aðeins mengið strax aftur. En það sem gerði okkur kleift fyrir þessa greiningu var að við fundum út leið til að gera fyrirspurnir ofan í XML-ið ofan í SQL-grunnum okkar. Með að nýta okkur svokallega XML-type gagnasvæði, þá gátum við gert beinar XPath fyrirspurnir ofan í hvern og einn reikning. En þá var bara hálfur vandinn listur, því að rafrænar reikningar við erum að fá þetta frá þúsundum birgja. Og XML semi-struktúruð gögn. Jú, það eru 41 svæði sem skylda, en við þurfum að fá sem mestar upplýsingar út. Þannig að
þó að við séum með nokkurn veginn góðan ramma utan um þetta, samkvæmt tækniforskriftinni, þá hafa byrgjarnir alltaf pínulítið sitt lag á því hvernig leggja gögnin sín niður í reikningana. Allt frá því hvernig lýsingarnar á reikningunum eru. Þannig að við höfum þurft að minnka mengið og vinna helst bara með einn byrgja í einu þegar við erum að gera greiningar og helst bara lítið gagnamengi 2 til 3 byrgjar. Mikið af þessu greiningum er gert í dag bara í Excel, en vonum betri fjárveitingar, þá fáum við væntanlega betri verkfæri í þetta. En á lokum kemur alltaf þessari spurningu, hvaða gögn viljum við fá eða hvað viljum við spyrja? Samanber, ég gæti gert fyrirspurnir í grunninn og fengi út hvaða ríki er að senda mörg SMS-skilaboð á ári. Menna, hjálpar það okkur að vita það þegar að senda 50.000 skilaboð? Þegar við vitum það á sama tíma, þegar við horfum á heildarmyndina, að flest af þessu er innifalið í ótakmörkuðum mínútum á SMS-um. Þannig að það er svo sem ekki sparnaði þó við minnkum SMS-in. En það var í loka árs 2015 að ég fékk fyrirspurn frá ráðuneytinu hvað er ríkið að kaupa margar tölvur á ári? Og þetta hljómar einfalt, en þegar við fórum að skoða reikningana, þá komumst við að því hvað er talva? Er talva alltaf með mús og lyklaborð? Það eru næstu orðnar fullkomna tölvur í prenturum. Og hvað ef að byrgjarnir sundurleiða íhlutana í tölvunni? Og á öðrum reikningi bara íhlutir, en það er kannski sami íhlutur. Þannig það er engin skotelt leið til að finna þetta. En við ákveðum bara að fara beint út í djúpulögin og reyna að komast að þessu. Við erum með 5 byrgja í rammasamningi notendabúnað í tölvubúnaði. Þar af eru 3 mjög duglegir að senda okkur á reikninga. Þetta voru samt tæplega 18.000 reikningar sem við vorum að fá með 49.000 reikningslínur. Sem dæmi væri þá staflinn á hæð við mig ef þetta væri á pappír. Ég veit að yða allir í skinnuna að fara að blaða í þessum stafla að já, herðu, þetta er talva, nei, þetta er ekki talva. Þannig að við þurftum að finna eitthvað betri leið. Eftir mikla Excel-vinnslu fram og tilbaka og komast að því að Excel ræði nú bara við milljón línur í sítinu fyrir smá mistök, að þá komast að því að ríkið er að kaupa 3.500 tölvur á ári og með tæplega 200 vörunúmer. En svo þegar við greindum vörunúmerin nánar, þá komast því að magnið lá í mjög fáum vörunúmerum, sem að útskýrist meðan allans af örútboðunum sem voru gerð á síðustu ári og samningum sem að ríkisstofnanir hafa gert kaup á tölvubúnaði. Þannig að einsleitin var orðin meiri. En við sáum líka ótrúleg dæmi, eins og 86% verðmun á sama vörunúmerinu til 2 mismunandi stofnana. Og það er frekar svínslegt. En þessar greiningar skiluðu árangri og í þessum verkefnum sameiginlegu örubúðin þá var eins og segi tæplega 100 milljóna króna sparnaður sem kom þar fram. En vandamálið við svona sparnað er að hann gerist út á öllum ríkisstofnunum en það er yfirleitt ein stofnun sem ber kostnaðinn. Svo að það græða allir á þessu nema ein stofnun. En önnur greining sem við gerðum líka er hver eru greiðslufrestirnir og hvenær byrja gjaldfresturinn að telja. Er það þegar byrginn segist gefa út reikninginn, en hann getur sagt 1. febrúar, það sé útgáfudagur, en kannski best reikningurinn ekkert fyrir 15. febrúar og svo með 20 daga gjaldfresti. Það setur stofnunum mjög þröngan stakk að ganga frá og greiða reikninginn. Þegar við fórum að skoða móttökudaginn í kerfinu okkar út frá eindaga, þá komumst að því að 6,4% reikningana
voru að berast á gjalddaga eða gjaldfaldnir. Og þetta eru 350 birgja sem hafa leikið þennan leik á ríkið. Þetta er eitthvað sem við ekki geta séð áður nema með mikilli vinnu á pappírnum. Og heildarupphæð þessara reikninga var 1,8 milljarður. Og sem dæmi eru dráttarvextir af 1,8 milljarði 630.000 krónur á dag. Svo að það er eftir töluverð að slægjast með betri í rauninni reikningagerð. Eða greiðslu reikninga og sjóðstreymis stýringu. Og þegar við skoðum gjaldfrestina ennþá nánar, að þá voru samkvæmt almennu viðskiptaskilmálum fjármálaráðuneytisins er gefið út að gjaldfresturinn sé 30 dagar til ríkisins nema annað sé samið. 51% birgja eða reikninga segjast uppfylla þessi skilyrði. Það eru frá útgáfudegi sem er skráður á reikninginn, þangað til einn dagi er 51% reikninga sem eru réttir samkvæmt þessu. Það er allt í lagi, en við getum samt séð þetta betra. En þegar við bárum saman móttökudaginn í kerfinu okkar og eindagan, þá var ekki nema 36% sem uppfylltu þessi skilyrði. Og það var eftir að við á gefið þeim í rauninni greiðsperiódu upp á 2 daga í útreikningnum, að reikningunum komist rafrænt frá birgjanum til okkar. Eitthvað sem við ætti að taka innan við hálfan sólarhring með hvernig kerfinu er sett upp í dag. Almenni greiðsluskilmálar í rammasamningunum almennt líðandi mánuður pluss 20 dagar. 46% reikninga segjast uppfylla þessi skilyrði, en einungis 30% reikninga eru í raun uppfylla þessi skilyrði. Þannig að það er verið að svína töluvert á ríkinu í þessum málaflokki. Og samantæktin á þessu öllu saman. Rafrænir reikningar sem tól til viðskiptagreiningar búa yfir raun alveg hafsjó af upplýsingum. En það sem við þurfum raun að spyrja okkur er, hvað viljum við vita? En líka er það fyrir raun ríkið, að því að Fjársýslan er eins og móttaka reikninga fyrir 164 stofnanir, þá gefur það okkur mjög gott þversnið á hvernig ríkið er að versla. Fyrir kannski einstaka fyrirtæki er þetta minna vægi í þessum greiningum. En það sem kom líka í ljós að rafrænir reikningar virka mjög vel til verðeftirlits. Þannig getum við, þegar við vitum í rauninni vörunúmerið og viðmiðunarverðið, að þá er þetta að flagga þá reikninga næstu bara sjálfkrafa í kerfinu. Leiðu kom inn, þetta er ekki verðið sem við sömdum og það þarf að láta endurskoða þennan reikning. En þetta losar okkur samt ekki undan þeirri ábyrgð að íslenska ríkið þarf að innleiða innkaupakerfi hjá öllum ríkisstofnunum. Í raun innkaup- og beinakerfi til að ná utan öll innkaup ríkisins. Það er forsenda fyrir því að þessar greiningar og pælingar ná ennþá lengra, því án innkaupakerfis gilda þessar hefðbundnu kennitölur í innkaupagreiningu ekki. Og stofnanir þurfa að verða samhentari og eins og sameiginlegu útboðin, þó þau hafi bara náð yfir lítið magn af stofnunum, þá skiluðu þau gríðarlegum árangri og við þurfum að keyra meira á þessa hugsun að ríki sem eina heild. Það þýðir ekki að það séu 20 manna stofnun sem að telur sig vera svo sérstaka að þeir þurfa alltaf að kaupa sér spes fyrir þá. Þeir eru að nota sömu tölvurnar og Landspítalinn sem að kaupir ávinnast í 30% af ríkinu. En þetta er lokið af mér núna. Ef þið hafið einhverjar spurningar, ég veit ekki hvernig tíminn líður. Það er ágætistími, þannig að við höfum tíma fyrir einhverjar spurningar. Já. Er einhver vinna í gangi við að velja
Það er hópur sem er búið að setja saman hjá ríkinu að fara í að kaupa innkaupakerfi, í rauninni ríkið á innkaupakerfi hlutann í Orran. En það þarf mögulega að sérsníða hann að einhverju leyti, af því að ríkið er svo rosalega spes. En það er rauninni, við erum með kerfi sem við getum notað. Það eru 160 aðstofnanir sem notuðu þetta kerfi þaðan. Já. Hvaða stofnanir er ekki að nota og af hverju? Það eru, minnum við 8 stofnanir sem standa fyrir utan Orran sem eru A-hlutastofnanir. Það hefur rauninni, við höfum aldrei getað fengið, ég hef ekki getað fengið góða skýringa á hvers vegna þeir eru ekki. Það eru nokkrar, Alþingi fór aftur út úr Orranum. Þeir standa meðal hans fyrir utan. Löggjafavaldið okkar. Sem gott dæmi. Fleiri spurningar? Elín? Já, ég held að það sé bara dagar pappírsins séu taldir. Af því að þegar við sjáum Reykjavíkurborg gerði könnun á því 2010 að þá var áætlaður sparnaður á hvern reikning 1000 krónur og í því fólst fyrst og fremst móttaka á pappír, koma pappír á milli staða og geymsla á pappír. Því þegar þú ert að geyma við erum að móttaka 500.000 reikninga á ári, að geyma þann stafla í 7 ár er helvítis. Já, það sé ekki orðbræði. Sem dæmi var þetta mikið umræðefni þegar Fjársýslan var flutt upp í vegmóla, að þá fækkuðu kílómetrum af hilluplássi svo mikið að þeir voru miklu vandræði hvernig þeir ættu að koma fyrir öllum pappír. En bara fyrir svona lítil fyrirtæki, sem ekki með bolmagn til þess að einfaldsleikinn að hann sé orðinn það góð, það er Já. Já, það þetta að færa allra að taka móti á því í dag. Ég held að þetta sé orðið hluti af öllum þekktari bókhaldskerfum. Og jú, þú ert að borga einhverja 20 krónur eða 30 krónur að móttakareikningin, en sparnaðurinn sem kemur á móti er margfaldur. Þannig að fyrir fyrirtæki, ég held að þetta sé bara kostir. Ég hef ekki heyrt að mótbárum það, en sem dæmi á stefna því á þessu ári að opna öll gögn ríkisins. Þannig að það er bara tímaspursmál hvernig það verður opið fyrir alla að fylgjast með öllum gögnum reikningu ríkisins. Eftir því sem best veit er svo laust tilbúin, það er bara bíða eftir að það verði skrifað upp á hana eða með opna hana. Já. En sendir ríkið rafrænar reikninga? AR hlutinn eða viðskiptakröfu hlutinn í Orranum sendir út rafrænar reikninga. TBR tekið bókhaldi ríkisins. Þeir eru byrjaðar á því, en þetta menn að rífast skilgreiningar á sköttum, hvort þeir eigi að fara sem reikningar eða sem skattinnheimta. En það verið að vinna í því, veit ég. Næst. Þessar 3500 tölvur sem það er Microsoft-verkefni í því sem var fyrir alltaf 77 nefndur landsins? Nei. Þetta eru bara í rauninni svona borðvélar eða fartölvur. Þú ræddir að nýta XML-skeytin í að stemma af vörunúmer. Já. Hvað frekari sjálfvirkni eins og
samþykkja reikninga þurfa ekki að hafa ábyrgð á því hvert það fer í fjárhagsbókhaldinu. Er það í gangi hjá ykkur eða er það fyrirhugað? Sko, Fjársýslan hefur verið að keyra bókunarvél í móttökun rafrænum reikningum. Lengi vel var hún rauninni handvirk, þannig að við tókum ákveðin svæði, viðskiptareikning eða vörunúmer eða notkunarnúmer út úr reikningunum og bókuðum alla eins eftir því. En nýlega tókum við í gagnið rauninni ákveðna gervigreind, að kerfi sem fylgist með hvernig bókarinn bókar reikningana og kemur svo með tillögur í kjölfari á því á næstu reikningum. Þannig ef reikningun hefur einhvern tíma verið bókað svona og með við þær forsendur sem eru í reikningum, þá telur hann líkur á að hann verði bókað svona næst. Þannig að sú þróun hefur verið hjá okkur og það hefur verið áætlað að við erum að séum að bóka núna sjálfvirkt 80–90% af reikningum. Vildum tíma hérna fyrir eina spurningu viðbót? Varst með hérna? Ég langar að spyrja hérna, þú gerast svona cirka 60–70% reikningana rafrænt. Er eitthvað stefnt að því að auka þetta og þá einhverjum guðum með ákveðum reglum? Í dag samkvæmt greiningum á byrgjunum okkar held ég að 200 stærstu séu að senda 70% af reikningunum. Síðustu 30% eru nokkur þúsund byrgja. Aukningin frá 200 byrgjum upp í 400 stærstu var frá 70% upp í 75% minnum við. Þannig að sá langi hali sem liggur eftir, hann mun alltaf verða frekar erfiður. En á einhverju tímapunkti býst ég við að það verði gerð lagabreyting í takt við það sem Danir gerðu, þar sem að ríkið tekur bara við rauninni rafrænum reikningum. Þetta var síðasta spurningin í bili. Við þakkum Þórkalli fyrir... Nei, Þorkeli fyrir fróðlega fyrirlestur.